Það stundu sagt að það sé óvarlegt að spá framtíðina, það sé öruggt að spá fortíðina, En nú höfum við þætti þetta rætt margar hliðar á byggðamálunum en það er kannski ástæðilega að taka svona 1-2 skref aftur á bak og segja sem svo, hvert stefnum við? Ef við horfum 10 ár eða 20 ár fram í tímann, hvernig sjáum við fyrir okkur byggðaþróun á Íslandi? Já, það sem er mest gaman að tala varðandi byggðamál hvert við erum að fara. Og það náttúrulega svolítið mismunandi kannski milli landsvæða og ef maður hoppar eitthvað svona kannski aðeins á milli landsvæða og við getum kannski bara byrjað hérna á Eyjafjarðarsvæðinu. Ég held að framtíðin sé björt hér. Það gengur vel á Akureyri, það verið að tengja Akureyri og svona svæðið betur hérna í gegnum Hvaleyrargöng. Það uppbygging á Húsavík og það eru frábæra hlutir búin að vera að gerast á Siglufirði. Þannig að ég held að þetta svæði hér eftir 20 ár verði bara töluvert stærra og öflugra og skemmtilegra. En þetta má segja, það er náttúrulega svo margt sem hefur bara breyst til batnaðar. Við getum sagt, ef við horfum á svona landsbyggðirnar, þessi svæði sem eru fyrir utan höfuðborgarsvæðið, aldrei fleiri búið þar heldur en núna. Samgöngunar aldrei verið betri, heilbrigðisþjónustan aldrei verið betri, menntastigið aldrei verið hærra, fjölbreytni í menningarlífi aldrei verið meiri. Þannig að það er auðvitað hægt að horfa á þetta og segja svona stóra myndin er svo að þetta stefnir allt saman mjög hratt til batnaðar. En þá er það kannski svona eins og sagt, að standa með annan fótinn í heitu og hinn í köldu. Svo getur maður líka bent á svæðið og sagt hér er svæðið þar sem er hröð fólksfækkun, þar sem fólk hefur verið að missa frá sér þjónustu. Það er alveg rétt að þetta hefur allt batnað, en það sem hefur líka hækkað, það er kröfur okkar. Við gerum miklu meiri kröfur til vegakerfis, við gerum miklu meiri kröfur til heilbrigðiskerfis og svo framvegis. Þannig að ég held að það skiptir miklu máli hvernig kröfur eru eftir 20 ár. Hvaða kröfur við gerum til samfélagsins eftir 20 ár. Og ég held að núna er fólk að auglýsa sig með að einfaldara lífsstíl og bíllausan lífsstíl og hvað veit ég hvað, svo sem. Þannig að það virðist vera eitthvað í tíð að vilja aðeins endurskoða það. Þú ert eiginlega að segja svona þetta lífsgæðakapphlaups atriði sem við verðum í, að það sé kannski örlítið að fara tilbaka og hugsa minni matarsóun og minni sóun og er þá landsbyggðirnar, er það þeim í vil að fólk fara að hugsa þennan átt? Ég held það. Ég held þetta er kjörinn staður til að prófa það, að gera það. Ég held að það sé alveg akkurat kjörinn staður til þess að því að fjarlægðirnar ekki það miklar innan bæjanna. Það er miklu auðveldara að vera bíllaust til dæmis í litlum bæ út á landi heldur en í Reykjavík. Þar sem fjarlægðirnar eru svo miklar og þarf að koma þær á milli staða. En já, og maður sér líka eins og að því við vorum að tala hérna þennan þetta er líka í tísku núna að fara að vera svona mínimalískur og vera umhverfisvænn og það er alveg, held ég, gott fyrir landsbyggðirnar og maður sér þessa litlu staði út á landi og svo Vestfjörðum, veit ég, og Austfjörðum hérna á Norðurlandi og ég held fyrir sunnan líka eru margir litlir bæir sem eru farnir að taka í mig svona skref, svona grasrótarskref í átt að vera umhverfisvænni eins og að saumafélögin nota poka fyrir alla verslanir í bænum og svona þetta er ekkert að gerast í Reykjavík. En svo maður þurfa líka að segja að við stöndum fram fyrir þessum breytingum sem að stundum að tala fjórðu iðnbyltinguna eða fjórða kaflan í sömu iðnbyltingunni, hvernig það þýddi á það, að það sem þetta hefur verið að gerast er að bæði atvinna og þjónusta er miklu minna tengt í hvar þú sefur, Að þú getur sótt vinnu víðar, þú getur sótt þjónustu víðar, það er ekki alveg laust frá staðsetningu en það er miklu víðara. Þannig að það er miklu auðveldara núna að búa á Selfossi og vinna í Reykjavík, þar sem vinna í Reykjavík, vinna og fara kannski til Reykjavíkur eins og tvisvar í viku, sækja suma þjónustu á netið, aðra þjónustu og ég held að þessi vöxtur á suðvestursvæðinu að sumu leyti er birtingarmynd af þessu. Það er ekki bara það fólk sér eitthvað húsnæði, þú getur búið miklu víðar og eftir þessum tíminn líður að þá verður auðveldara og auðveldara að búa á Ísafirði og vinna hvar sem er í heiminum, sækja sér þjónustu hvar sem er og þannig að við getum kannski sagt það sem er að gerast núna er að í framtíðinni að þá kannski fyrsta sinn getur fólk búið þar sem það vill búa, ekki þar sem það þarf að búa vegna atvinnu eða þjónustu
Og þá bara verður opin spurning. Ef menn getur búið hvar sem þeir vilja, hvar munu þeir kjósa að búa? Akkurat. Og svarið er svolítið mismunandi, sko. Þetta þessu var einmitt spáð þegar interneti kom fyrst, fyrir kannski næstu 30 árum. Ég held að við séum einmitt að fara dett inn í það kafla að þetta er að fara að gerast. Og þetta getur haft einmitt mikil áhrif á dreifbýli og við erum eiginlega farin að sjá það. Núna í fyrsta sinn er aukning í dreifbýli. Þannig að fólk, bændur þeir geta ekki allir lifað á því að vera bara bændur, en það er miklu auðveldara fyrir þá að stunda sko vinnu í gegnum tölvu með búskap. Þetta getur styrkt einmitt landsbyggðirnar og dreifbýlið. En þetta getur líka samt kannski komið í baki okkur þannig að flutningsjöfnuður á sko milli útlanda á Íslands, það geti skekkst líka. Fólk geti þá freka fara að leita það að flytja út sko. Það sem veðrið er betra. Sólega, einmitt. En svo líka annað í þessu, þegar það er ekki vinnan sem stýrir hvar við búum, það er það annað. Hvað er það þá? Og þá getur það verið, náttúrulega það getur verið að hvar er veðrið gott eða hvar er landslagið fínt eða eitthvað hvar fjölskyldan býr, og fjölskyldan býr náttúrulega oftast fyrir sunnan, flestir eiga fjölskyldu fyrir sunnan og ekki fyrir vestan eða fyrir austan, en það gæti líka verið þjónustustig og þess háttar og þegar kröfur hækka, til dæmis öryggiskröfur fæðingarþjónustu hækka, þá þýðir það að allar verða að fæða í Reykjavík og þá minnkar aftur á móti þjónustustig á landsbyggðunum, þar er öðrum þá en það sem þetta er, ef til dæmis umhverfiskröfur á bensínstöðvar hækka. Það verður ýmsar litlar bensínstöðvar í kringum allt landið, munu ekki geta uppfyllt það og þá leggjast þær af og þá aftur á móti minnkar þjónustustig þar. Þannig að það á ég líka við með kröfum. Það eru eðlilegar kröfur sem hækkar og verður strangari en það gerir oft þessum fámennu sveitarfélögum erfitt. En sko þetta er nefnilega sko áhugaverð spurningin. Ok, ef það er ekki vinnan sem er að ráða því, hvar það átt að vera, hvað er það þá sem ræður því og hvað er það sem fólk framtíðarinnar vill hafa? Sko við erum að tala sko leikhús og kaffihús og gott veður og eitthvað svona. En þegar ég horfa á börnin mín sko þá er ég ekkert viss að þau bara muni hugsa þetta eins og ég. Þótt þessi gott viður, þá er bara engin ástæða til að fara út. Það er bara hangið inni, sko. Og ég meina, og sko hittast, það er bara eitthvað hallærislegt, sko. Bara hafa samskipti gegnum síman og eitthvað svona. Og ég held að sé svona heldur svart síðan á ungu kynslóðina, sko sem fulltrú ungu kynslóðina við borðið og verð ég að segja að hitta annað fólk verður alltaf inn í myndinni, sko. Já, vittu til. Það breytist líka með sýndarveruleika og svona, ég meina, hvernig verða háskólar í framtíðinni ef þú getur bókstaflega setið inn í kennslustofu í sko virtual reality og haft samskipti við fólk á nákvæmlega sama hátt eins og þú gerir í kennslustofu núna, hvað áhrif hefur það? Maður sér það ekki fyrir, sko. Við höfum líka sagt sem svo, þegar við erum að bera okkur saman við fortíðina, að þá kannski fortíðin svo stutt sem við erum að bera okkur saman við. Við nefnum sem við landbúnað, en við segjum sko, í gamla daga sko, þá var það svona í landbúnaði, en þá erum við kannski að hugsa sko landbúnaðin frá því við vorum krakkar. Þar sem ef þú varst í sauðfjárrækt, þá varstu bara í sauðfjárrækt. Ef þú ferð sko 200 ár eftir í tímann, þá gerðu menn bara allan skollan. Og þeir skutu sel eða selur og þeir tindu, þeir gerðu allt sem hægt var að gera til að lifa af. Og kannski eru við pínut að koma þangað aftur, að fólk í sveitum, þú ert ekki bara sauðfjárbóndi. Það er bara alls konar atvinnustarfsemi sem er í gangi, þannig að kannski var 20. öldin pínlítið undantekningin í sveitum, þar sem það var svona rosalega þröngt starf að vera bóndi. En svo þróast þetta samt líka. Ég veit til dæmis einn mann sem er tölvuleikjabóndi. Eða það heitir það. Það er ótrúlega áhugavert og það finnst mér alveg æðislega þróun sko fyrir sveitirnar. Þá er hann sko býr út í sveit og er sem sagt að þróa forrita og búa til tölvuleiki og er bara, er í þessu sko. Já, þetta er það sem verður hægt, sko. Já, þetta er hægt þegar. Kannski sko mun þetta fólk eitthvað fara svona að dreifa sér landið, sko, og gera bara eitthvað skemmtilegt, bara gera upp bíla, gamla bíla, með eitthvað svoleiðis, sko, í bílskúrnum og forritar svo svona þessa milli eða færi bókhald eða eitthvað svona. En að því við erum að tala sko framtíðina, hvað vill fólk framtíðarinnar, nú þegar eru farin að heyra sko kröfu meiri tíma. Núna erum við með, sko, við erum komið með gæðin
og við eigum eiginlega allt sem við viljum og við getum eiginlega fengið allt sem við viljum en það sem okkur vantar tíminn. Bara meiri tími til þess að sko bara lifa og vera. Það er þetta sem krafan og þetta held ég einmitt sé sko einmitt landsbyggðinni til tekna því þar meiri tími. Það ekki alltaf eins og þess og hérna. Það eitt þarna sem landsbyggðinum mjög óhag. Nú. Og það það hérna ég alveg samlega sem þú segir sko að við eigum allt, við þurfum ekkert meira hlutum inn á heimilið okkar, við þurfum ekkert öðruvísi mat, við höfum nóga mat. Það sem svona lífskjörin virðast vera að fara í núna meiri ferðalög, fara víðar. Og þeir sem búa á Suðurströndinni náttúrulega í rosalega góðri stöðu núna, þeir geta bara farið næstu því út alla Evrópu bara með því að fara út á Keflavíkurflugvöll. Engum fyrirvara. En við í svolítið verri stöðu þarna. Það eitthvað að þurfa ekki að ferðast, að búa vel, að maður þurfi ekki endilega að ferðast aðra hverja helgi eitthvað. Ég held bara að fólk vilja ferðast. Já, það bara upplifunin. Það svona, fólk leggur meira áherslu sko að upplifa hlutina núna heldur en að kannski eiga hlutina. Þannig kom aftur þetta sem við tala um kröfurnar sko. Því auðvitað það þannig að það hefur aldrei verið auðveldara að komast frá Raufarhöfn til Peking heldur en akkurat núna. Þannig að þvílík breyting alls staðar. En það bara þú ert að bera það saman við einhver annar sem hefur ennþá auðveldara og þetta þessi samkeppni við útlönd líka áhugaverð. Því stundum verið að segja sko, já, það svo mikilvægt að byggja upp Reykjavík vegna þess að það svo mikilvægt að hafa þessi mótvægi við útlönd. En svo kom ég líka spurt til hvers. Ég segi bara fyrir mig, ég á sko barn sem vinnur í Reykjavík, ég á barn sem vinnur í Manchester. Ég sé bara enga mun á því. Þeir bara alveg saman, og þau bara bæði að gera sem þau langar til að gera, það frábært sko. Af hverju þessi ótti sko, menn ekki bara fínt að Íslendingar fara út allt og fólk kemur tilbaka og koma inn þessi hreyfanleiki. Þessi hugmynd að sko, Ísland sé í sko, stríði við einhvern stað sem heitir útlönd. Það ekki líka bara svolítið búið að vera? Sko? Ég reyndar afskaplega hrifin af þessar hugsun sko og ég myndi í rauninni vilja, en það þetta mjög útópísk hugsun, ég myndi vilja að fólk geti bara farið hvert sem það vill. Allir í heiminum geti bara flutt hingað og þangað og allir myndi bara svona blandast nokkuð ágætlega. En sko það akkurat það sem að gerast. Og í öllum löndum fleiri að fara eitthvað annað að búa einhvers staðar. Eins og það var einn hérna sem var að segja við mig sko já, þegar börnin mín vaksa upp þá hérna ég á heima út á landi þá bara líklegt að þau fari og hérna við verum bara einn eftir sko. Þetta ekkert sér vandamál fyrir landsbyggðina. Þetta svona allsstaðar í heiminum. Það miklu meira líkur til dæmis fyrir fólk sem á heimi Reykjavík núna að börnin fari eitthvað frá Reykjavík þegar þau hérna eldast til útlanda, til dæmis sko. Og líka fyrir fólk í Bretlandi, Póllandi, Þýskalandi, Danmörku, allstaðar með þessari sko alþjóðavæðingu þá allstaðar meira fólki sem að fara burtu og meira fólk sem að koma inn. Og núna þegar Petur, þú náttúrulega þekkir þetta bæði aðfluttur fyrir vestan og nemendur sem koma allstaðar úr heiminum sko. Já, það það, en þá líka eins og þú segir það koma aðrir og stundum hefur verið talað að halda hvað var það, börnin heim og halda ég meina Háskólasetrið átti að halda börnunum í heima hérað en svo það náttúrulega erfitt út af því að þessi börn ætla ekki að vera fangar í sínum fjörðum. Þeir ætla líka að fara eitthvað, mynda sig, upplifa eitthvað, hvað sem það en svo hefur einhver sagt það væri eins gott ef aðrir kæmu eða ef aðrir kæmu aftur. Það náttúrulega ómögulegt að aðrir koma aftur þá en það sýnir það svolítið að aðrir geta komið í stað þeirra sem hafa farið. En svo náttúrulega líka þetta að börnin svona upp úr tvítugt að fara út kvippin og kvappin og læra og hérna upplifa og svo komið þetta aftur. Það oft þannig. Það var þannig í mínu tilfelli og þegar bara sko hvað vill maður? Maður vill vera sem fjölskyldan ég hef nú oft sagt það, ég væri nú bara ekki á þessu skeri lengur ef að fjölskyldan mín væri ekki hérna. Öll fjölskyldan mín býr hérna út á landi og ég býr á sama stað öll fjölskyldan mín. Ég myndi kannski ekki búa þar endilega ef að fjölskyldan mín væri ekki þar. En hérna það þetta sem þetta hefur en mismunandi kannski eftir fólki. En þá sérðu líka svona tilfelli sem ég persónulega skil ekki alveg maður hefur búið á ákveðnum stað alla sína starfsævi, svo fer maður eftirlaun og ég þekki nokkur tilfelli
sem ég hristi svolítið hausinn, nú flutti til Reykjavíkur. Út af hverju? Vegna þess að öll börn voru í Reykjavík þá. Það finnst mér eiginlega svolítið dapurlegt eiginlega að missa þá þetta tengslanet. Maður samt skilur þetta því að það einmitt sko öldrunarþjónusta sem verulega ábótavant á mörgum stöðum út á landi. Og það verður til þess held ég að margir einmitt eldri borgarar flytji til Reykjavíkur. Svo maður líka að heyra því núna í meira mæli að þau eru ýmis lönd farin að laða til sín eldri borgara. Það bara rosalega inn núna að eldra fólk eins og Bretlandi, þau fara allir til Tælands og búa þar sko geta lifa svo virkilega góðu lífi á sínum og það komin sérstök vísaleyfi fyrir eldri borgara annarra landa til þess að koma og vera á staðnum. Kannski. En þannig held ég sko, eldri borgari er náttúrulega mjög interessant dæmi þetta vegna þess að við erum að hugsa hvað gerist þegar vinnan hverfur? Hvað gerist þegar vinnan breytist? Ef fólk getur búið þar sem það vill, hvar mun það búa? Að þá náttúrulega þeir sem eru konur eftirlaun eru fólki sem getum hort á hér og nú, hvað gera þeir sko? Og víðar þetta þannig, jú fólk flytur kannski í sólina og maður sér líka mörg dæmi það í löndunum kringum okkur að það sem fólk margir gera þegar fara eftirlaun er að selja íbúðina eða húsið í borginni og flytja eitthvað annað. Flytja í meira strjálbíli eða það sem getur lifa öðruvísi lífi og svona sko. Akkurat. Svo líka spurningum tvöfaldabúsetu. Og fólk flytur líka til dæmis til Skotlands, það flytur frá Lundunum til Skotlands í vondaveðrið, svo sem ég veit að það er kannski ekki jafn vond á fyrir vestan, en það er samt meira rigning í Skotlandi en í London eftir nú, en það gerir það samt. En það er lítið sem gerist af þessu á Íslandi ennþá. En ég held það er eitthvað sem mun gerast miklu meira í framtíðinni. Þegar við fluttum til Íslands fyrst fyrir 30 árum, þá fannst okkur svo merkilegt að húsnæðisverðið væri nokkur veginn sama á öllu Reykjavík. Það var fermetraverðið í Breiðholti og í miðbæ var nokkur veginn, það var ekki mikil munur. Við vorum bíllaus og við vildum endilega búa vestan Snorrabrautar og nálægt stoppustöð og svona og þar hefur hækkað síðustu 20-30 ár. Þetta fer að byrja, svo sem þessi segregation eitthvað. Það er dýrara að búa í miðjunni og það geta ekkert allir búið í miðjunni. Og ýmsir vilja búa þar, fjölskyldur vilja búa á öðrum stað en gamla fólkið Er þetta ekki afskaplega eðlileg þróun? Eiga allir heimtingu á því að geta búið sko niður í miðbæ Reykjavíkur ódýrt? Er það bara eitthvað sem er raunhæft? Nei. Það er ekki þannig í neinum borgum erlendis. Þetta er eðlileg þróun. Ég held að við séum bara Ísland og kannski sérstaklega Reykjavík er að fara dálítið úr því að vera svona sveitabæjar einhvern veginn kjarni í að vera bara borg eins og aðrar borgir. Lítur sem lögmálum þá aðrar borgir. Það sem venjulegt fólk getur bara alls ekkert gert kröfu það. Við getum ekki sko bæði átt kökun og borðað hana. Það má samt segja með Reykjavík, mér finnst interessant með Reykjavík, eitt af því sem er interessant með Reykjavík, er það að þetta byggðust upp sem höfuðborg Íslands og þjónustumiðstöð fyrir Ísland. Síðan bara er höfuðborgarsvæðið orðið 2/3 af landinu og landið berða ekkert lengur að vera bakland sem heldur henni uppi og þá hefur borgin farið í þetta að vera svona borg meðal borga. Að sjá sig sem einhver þáttakandi einhverju neti borga. Hvernig mun það fara? Það sé alveg opin spurning, sko. Tekst það ekki, sko. En ég held að Reykjavík mörgu leyti er farin, hefur svona eins og menn tala um að London hafi yfirgefið Bretland, sko. Höfuðborgarsvæðið hefur svolítið yfirgefið Ísland til þess að vera þáttakandi einhverju alþjóðlegu samfélagi og þá er þetta spurning, eins og þú nefndir áðan, þróun á mismunandi svæðum. Að sumu leyti getur við sagt að það er bara þvílíkur fengur fyrir Akureyri að höfuðborgin hafi snúið sér að einhver öðru en að vera höfuðborg. Yfirgefið Ísland, skiljið, að þá breytist það. En hvað gerist fyrir vestan? Nú sjáum við þessa fólksfjölgun að það skuli fjölga meira á norðanverðu Vestfjörðum heldur á höfuðborgarsvæðinu, held ég, 2 ár í röð. Það hefði enginn trúað því, sko. Það eru alls konar hlutir að gerast. Já, ræðu þetta. Hvernig sjáum við Vestfirði eftir 20 ár? Nú, ég held bara að Vestfirði eiga góða framtíð. Og það þarf náttúrulega ákveðin fólksfjölda. Það gengur ekki með 3, svo sem út af því að þá er eðlilega ekki hægt að halda úti þjónustustig. En þetta er náttúrulega, þegar við tölum þetta segregation, að fólk velji sér meira hvað það vill vera og að það er svolítið meira mismunandi, þá er það náttúrulega kjörinn staður fyrir fólk sem passar á þann stað. Og ég myndi segja að fólk sem er með sérhæfðar þarfir eða með mjög
stök veikindi til dæmis eða svona, það er ekki staður til að búa. Þá er Vestfirðir ekki góður staður til að búa á. Ef maður ætla að fara vikulega í óperu, þá ætti maður helst ekki mæla með að búa á Vestfirðum. En það er fólk sem vill búa á svona stöðum og það þarf að finna það. Algjörlega, já. Og tala til þeirra og ekki alltaf bjóða og vilja íslenska standardfjölskyldu til að flytja á Vestfirði. Kannski eru það eldri borgarar, kannski eru það einhverjar hippjara, kannski eru það einhverjar sérvitringar, en bara að tala til þeirra og ekki til standardfjölskyldu. Já, sko þetta til dæmis að fjárfesta í rétta fólkinu. Að sko byggðarlögin, sveitarfélögin, staðirnir sko farið dálítið bara þetta út og bara svona í headhunt og fjárfesta í rétta fólkinu. Svona, heyrðu, ert þú drífandi frumkvöld sem hefur ótrúlega gaman af fjallgöngum, komdu hingað. Og maður segja, og 7,5 milljarður í heiminum, eitthvað svoleiðis sko, eru 7.000 mann sem að virkilega vilja búa á Vestfjörðum, ekki með þetta sko neyða til, þeir bara virkilega vilja búa þar. Það er nú bara frekar líklegt sko. Sko ég held að það er frekar líklegt. Það koma til okkar árlega 20-25 nemendur í námið í Háskólasetri og af þeim verða 5% eftir á ári. Þeir giftast, þeir gera nákvæmlega það sem aðrir gera í Reykjavík. Þetta er tíminn milli 20 og 30 þegar maður er mest opið fyrir að tengja sig og breyta til og festa sig og sumir festast þá á Ísafirði sjálfsagt en það væru fleiri sem myndu gjarnan vilja vera eftir. Það er alveg ljóst. Mér finnst sko framtíðarhorfur Vestfjarða hafa breyst rosalega mikið bara á nokkrum misserum. Og sko ég veit ekki hvort allir búin að fatta það, ég held þetta svona samt sko það er svona eitthvað sem er með Vestfjörðum núna og Vestfirðir eru rosalega ríkir að sömu leyti sko að eiga staði eins og Ísafjörð er rosalegur styrkleiki. 2 tónlistarskólum og ballettkennslu. Já, bara þétt gömul byggð með sko kaffihúsum og mikil náttúrulega menning fyrir menningarstarfsemi, mikil menning fyrir pólitík og svona til dæmis sko. Það er kannski aftur að auglýsa eftir þeir sko hver hafa mest gána í heiminum að tala pólitík og þetta. En sko, þannig ég svona einhvern veginn. Þá spurning getur maður sko að því nú hefur verið svona hörð umræða Vestfirði sko, sko samgöngumál og atvinnumál og orkumál sko. Er það einhverju leyti endurspeglan þess sem þú ert að tala vegna þess að Vestfirðir eru pínlítið í sókn sko. Það alltaf kemur þessi umræða býttu nú við ætluðu þeir ekki að verða hotstrandir, skilur við? Hvað er verið að leggja vegi hérna og verið að byggja upp atvinnulíf og ætluðu að gera þetta verið? Það er að svíkja þróunina sem átti að vera. Og alltaf fara á sama veg. En vissulega þarf einhver undirstaða. Það er leið og íbúafjöldinn fellur undir 10.000 og hún er náttúrulega fallin lengi undir 10.000, þá verður erfiðari að halda þjónustustig uppi. Þannig að það þarf, og þess vegna er svo gott að fiskeldið komi inn. Því að fiskeldið skapar náttúrulega, það skapar svolítið magnið. Svæðið getur ekki lifað af sérvitringum einum, svo sem. En það skapar undirstöðu fyrir eitthvað annað til að spíra og vaxa og vera skemmtilegt líka. Þess vegna held ég að framtíðin sé frekar björt fyrir Vestfirði og ég myndi segja svona 20 ár, ég held að muni búa fleiri á Vestfjörðum heldur en núna. Já, ég held að það verði saman fyrir austan sko. Það er nefnilega, og það er ekki bara virkjanirnar sem hafa gert þetta verkefni fyrir austan. Mér finnst þess að fólk sé líka einmitt mikið að fara austur og Egilsstaðir eru þá gegna sama hlutverki fyrir Austfjörðina og Ísafjörður gerir á Vestfjörðunum. Það eru svona þessi svona stóru höfuðstaðir, svona Selfoss, Ísafjörður, Egilsstaðir og Akureyri. Þetta eru svona þessi kjarnar sem þjónusta þessi svæði. Egilsstaðir er ekki alveg eins óumdeildur fórstustaður Austurlanda eins og Ísafjörður og Vestfjörður. Kannski ekki. En talandi veður, þá hafa Egilsstaðir dálítið. En kannski er það lærdómurinn sko að það sem gerðist slæmt á 20. öldinni var kannski það að sjávarþorpin fóru eingöngu að snúast fisk. Í staðan fyrir að vera verslun og þjónustu og þetta. Sveitirnar fóru eingöngu að snúast einhvern eina framleiðslu. Og það sem við sjáum núna þegar sko, fiskeldi kemur inn, það er gott með öðru sko, eða sko ferðaþjónustu. Auðvitað er hún árstíðabundin, en þarna skapast fjölbreytni og þetta er annað sem maður getur fengist við. Fjölgun í sveitunum, einhverju leyti eru það tölvuleikjabændur, skilurðu, einhverju leyti er það fólk sem er að vinna í ferðaþjónustu, einhverju leyti er það svo margt sem gerist. Þannig að kannski var það þessi einhæfni
sem að varð svo mikil í byltingunni. Kannski var hún hluti af vandanum og þetta það sem að breytast núna. Ég held að ég alveg sammála með þetta sko og mér finnst einhvern veginn kannski, ég veit ekki hvort sé eitthvað sérstaklega Íslandingar sem þannig eða bara allir, við verðum sko svo manísk í einhverju einu ef eitthvað eitt gengur vel þá stökkva allir á það sko og það bara ekki raunhæft að við þurfum alveg að hafa fjölbreytni í þessu og þetta gerðist með sko loðdýrarækt á sínum tíma kannski fiskeldi, gerðist með ferðaþjónustu það geti ekkert allir verið í einhverju einu það þarf. Þeir gætu það kannski en það líka svolítið leiðinlegt að vera í svona verksmiðjubyggð, eitthvað verksmiðjubæ eða þorpi. Það sem allir vinna í sama verksmiðju og karlar og konur og bara allir, fjölskyldur. Nú oft þannig að einn kemur í annað og svo vandar störf fyrir hinn makan og þess vegna þarf að hafa þetta svolítið fjölbreyttara og það hefur oft verið hingað til held ég vandinn í mjög litlum þorpum eða landsbyggðum að það var svo einhæft. Það hjálpar náttúrulega til að hafa göng og hafa samgöngur sem hafa komist yfir til dæmis býr á Flateyri og kemst yfir á Ísafjörði vinnu til dæmis. En getur maður þá sagt sko að ferðaþjónustan sko því nú sjá menn að það slakna þar sko að einhver leyti kannski stemdi það að staðir yrðu svona versmiðjubæir. Þannig að ef að ferðaþjónustan það eina sem í bænum að þá vantur mun allt atvinnulífið svolítið fara að einskorðast við það sko. En eigum við nokkra svoleiðis bæi? Nei, hún var langsterkust í Reykjavík. Já, það verður, ef það verður Reykjavík. Jú, kannski Vík í Mýrdal eitthvað slíkt, ég skal ekki segja. Ég gæti samt alveg séð það fyrir mig gerist Reykjavík, þess að allir þessi hótel sem rís í miðbænum, svo minnka ferðaþjónustan, þá Reykjavík bara svona hótelbyggð, það býr enginn þetta lengur. Ég sé þetta allt öðruvísi. Ég sko talandi atvinnu einmitt, þessu verið Vestfirði á fiskeldi sem getur á svona rosalega grunnur og ferðaþjónustan líka held ég. Sko þótt að kom eitthvað svona pínu kannski niðursveifla í ferðaþjónustunni okkur, þá þetta atvinnugrein sem sko bara mun stækka heimsvísu, bara stækka. Hún getur ekki annað en stækka sko, nema bara lífskjör á jörðinni fara að minnka, þá mun minnka. En á sama tíma erum við líka alltaf í meiri samkeppni í önnur löndin. Ísland ekkert alveg eins sérstakt og við viljum oft halda að það við erum að keppast túristana ef við heldum áfram að keyra verðlagið svona upp þá það hægt að koma á endanum. Verðlagið svona hátt uppi út af vextinum í ferðaþjónustu. Leið og vöxturinn í ferðaþjónustu fer að minnka og kannski niður, þá mun gengið gefa settir og verðlagið sem mátti vera sko hvað sem samt var bara 30% aukning eins og þú veist að nefni áður en upptöku fór í gang sko. Það samt spurning með skaðan sko, spurningin sko þegar eins og ég var á Írlandi daginn og var að tala við fólk það komið til Íslands og svona og maður segja nei, ég hef nú heyrt það sko. Þú veist það flugmiðarnir ódýrir en þú borgar meira fyrir að komast til Reykjavíkur heldur þú borgar fyrir flugmiðan og þú veist og þetta þetta rosalega skaði ef þetta verður ímyndin. Hvernig ætlar að snúa hana henni? Og það gerist ekki hægt og hægt, hægt þetta bara sko. Ég var á Grænlandi á þessu seminars í Ilulissat daginn í apríl og þá var nokkrir sem sögðu, já viljum við verða eins og Ísland? Ég satt þarna í horni og já, svona.